Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur opnað langþráða heilsugæslustöð í Suðurnesjabæ. Það var hátíðleg stund þegar heilsugæslan var formlega opnuð og þá klipptu á borða þau Alma Möller heilbrigðisráðherra, Magnús Stefánsson bæjarstjóri Suðurnesjabæ og Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir forstjóri HSS. Aðdragandi að opnun stöðarinnar langur og hefur baráttan staðið í mörg ár. Það var svo síðasta haust sem skrifað var undir viljayfirlýsingu opnun stöðarinnar og þá var stefnan sett á sumarbyrjun 2025. Sem stóðst. Stöðin staðsett í Vörðunni í Sandgerði og verður opin 2 daga í viku. Já, við ætlum að byrja núna í sumar að hafa opnunartímana til dæmis fyrir hádegi á mánudögum og allan miðvikudaginn og höfum þessa 2 daga í viku til að byrja með og svo munum við auka það bara strax í haust þegar sumarfríum lýkur. Og við bjóðum upp alla almenna heilsugæslu þjónustu, læknamóttöku, hjúkrunarmóttöku, ungbarnavernd sem við munum bjóða upp að líka hérna. Heilsueflendumóttöku aldraðra til dæmis og við munum bara koma með starfsfólk úr Keflavík í það hingað. Þannig að svo bara aukum við þjónustu eftir eftirspurn. Það svona planið. En þurfa skjólstæðingar að skrá sig sérstaklega á nýju stöðina? Það mun vera betra en það dugur að vera skráða á HSS en við munum biðja fólk svo að skrá sig kannski sérstaklega á þessa stöð í framtíðinni. Hvernig verður heilsugæslan í Suðurnesjabæ mönnuð? Nú verðum við með lækni og hjúkrunarfræðing í sumar og það við reynum að hafa eftir fremsta megni sama fólkið en að sjálfsögðu fólk að fara sumarfrí og annars líkt og þá kemur afleysingafólk á meðan. Laufey sem deymistjóri hér, hún mun vera hjúkrunarfræðingur, aðalhjúkrunarfræðingurinn hér og Jón B.G. Jónsson sem læknir sem mun vera aðallæknirinn hér núna.